Sönnun. Notfærum okkur fyrstu reglu hér að framan sem sagði að langhliðin væri tvöföld styttri skammhliðin. Setjum svo stuttu skammhliðina a og langhliðina 2a inn í reglu Pýþagórasar. Hér er Pýþagóras mættur, a í öðru veldi pluss b í öðru veldi er jafnt og c í öðru veldi. Öðrum orðum, önnur skammhliðin í öðru veldi pluss hin skammhliðin í öðru veldi er jafnt og langhliðin í öðru veldi. Í fyrstu reglunni var sagt að langhliðin væri jafnt og tvöföld skemmri skammhliðin. Setjum það inn fyrir langhliðina. Langhliðin er þó 2a í öðru veldi. Þannig að Pýþagóras lítur núna svona út. Færum síðan a í öðru veldi yfir samansemmerkið og þá verður það mínus a í öðru veldi. Þannig að Pýþagóras lítur núna svona út. B í öðru veldi er jafnt og svíinn 2a í öðru veldi mínus a í öðru veldi. Leysum upp annað veldi hérna. Þannig að 2 í öðru veldi verður 4 og a í öðru veldi verður bara a í öðru veldi. Þannig að Pýþagóras lítur núna svona út. B í öðru veldi er jafnt og 4 a í öðru veldi mínus a í öðru veldi. Nú 4 svona mínus 1 svona eru 3 svona a í öðru veldi. Þannig að b í öðru veldi er jafnt og 3a í öðru veldi. Nú vil ég losna við annað veldið sem hangir hérna á b-inu og þá ger ég kvadratrót og auðvitað verð ég að gera það báðum megin. Þannig að hér er komið bara b, kvadratrótin er búin að taka annað veldið í burtu af b-inu, en eftir stendur kvadratrótin af 3 og kvadratrótin af a í öðru veldi. Nú annað veldið og kvadratrótin drepa hvort annað hérna á a-inu, þannig að hér stendur eftir bara 1a, en fyrir framan stendur kvadratrótin af 3. Nú við erum ekki vön að skrifa b jafnt og rótin af 3 sinnum a. Við erum vön að snúa því akkurat öfugt. B er jafnt og a sinnum kvadratrótin af 3. Þannig að með þessari færslu er ég búin að sanna að lengri skammhliðin er jafnt og skemmri skammhliðin sinnum rótin af 3. Nú við skulum hafa í huga að ef beðið er stærðfræðilega nákvæmt svar, þá er átt við fullstytt svar án tugabrots. Þá skal halda kvadratrótum í svörum, þannig er svarið stærðfræðilega nákvæmt en ekki námundað. Sama gildir pí þegar það á við, svo sem í hringjum.